Hola a todos y bienvenidos. Hej Sömul och välkommen. Hoy vamos a preparar el plato islandés más clásico y reconfortante, plokkfisk. Í dag ætlum við að útbúa klassískasta fæindamat Íslands, plokkfisk. Se trata de una receta increíblemente cremosa, rústica y sencilla, con la combinación perfecta de pescado y patatas. Þetta ótrúlega rjómalöguð, sveitaleg og einföld uppskrift með hinni fullkomlu blöndu af fiski og kartöflum. Es el plato ideal para entrar en calor en un día frío. Þetta hinn fullkomni réttur til að ylja sér á köldum degi. Si queréis experimentar el auténtico sabor de la cocina casera islandesa, ef þú vilt kynnast hinnu sanna bragði af íslenskum heimilismat, acompáñenme a la cocina. Komdu þá með mér í eldhúsið. Innihaldsefni: 500 g soðinn fiskur, ýsa eða þorskur, 500 g soðinn fiskur, ýsa eða þorskur, pescado cocido, arenque o bacalao fresco, 500 g soðnar kartöflur, 500 g soðnar kartöflur, patatas cocidas, 1 laukur, fínt saxaður, 1 laukur, fínt saxaður, cebolla, picada finamente, 50 g smjör, 50 g smjör, mantequilla, 3 skeiðar hveiti, 3 skeiðar hveiti, cucharas harina, 1 stórt glas mjólk, 1 stórt glas mjólk, un vaso grande de leche, salt og hvítur pipar, salt og hvítur pipar, sal y pimienta blanca, 1 skeiðar karrí, valfrjálst, cuchara de curry, opcional, rifinn ostur, queso rallado. También vamos a necesitar de, við munum líka þurfa, olla, pottur, sárten, panna, horno, opn, cuchillo, hnífur, cuchara, skeið, tenedor, gaffall, plato, diskur, cuchara para remover, sleif, batidor de alambre, fouet, pískar, refratario, eldfast mót, tabla de cortar, skurðarbretti, ralador, rifjárn, bor, skál. Aðferð: hreinsið fiskinn og losið hann í sundur. Limpie y desmenuce el pescado. Flysjið kartöflurnar og skerið í bita. Pele y corte las papas en trozos. Bræðið smjörið í potti við meðalhita. Derrita la mantequilla en una olla a fuego medio. Steikið laukinn þar til hann verður mjúkur. Sofría la cebolla hasta que esté transparente. Stráið hveitinu yfir laukinn og hrærið vel. Espolvoree la harina sobre la cebolla y revuelva bien. Hellið mjólkinni smátt og smátt saman við og hrærið stöðugt í á meðan sósan þykknar. Incorpore la leche poco a poco, revolviendo hasta que la salsa espese. Kryddið sósuna með salti, hvítum pipar og karrí ef vill. Sazone la salsa con sal, pimienta blanca y curry si lo desea. Bætið fiskinum og kartöflunum varlega út í sósuna og hitið í gegn. Hrærið varlega svo þetta verði ekki að mauki. Añade con cuidado el pescado y las patatas a la salsa y calienta. Remueve suavemente para que no se convierta en puré. Settið plokkfiskinn í eldfast mót, stráið rifnum osti yfir og bakið við 200 gráður Celsius í það bil 10 til 15 mínútur, eða þar til osturinn gullinn brúnn. Coloca el estofado en una fuente apta para horno,
espolvorea con queso rallado y hornea a 200 grados Celsius durante unos 10 a 15 minutos o hasta que el queso esté dorado. Y listo. Tilbúin. ¡Que aproveches! ¡Ñotu! Si te gustó la receta y el video, dale me gusta y inscríbete para recibir más videos educativos como ese. Är det likade uppskriften och myntbandet, smash det av like och gör avskrivande till att få flere främmande myntband än så detta. Hasta luego! Sjáumst síðar! Atención para la revisión. Athygli fyrir umsögnina. Atención para la revisión. Athygli fyrir umsögnina. Utensilios básicos. Grunnahöld. Utensilios básicos. Grunnahöld. Oja. Pottur. Oja. Pottur. Sarten. Panna. Sarten. Panna. Horno. Ofn. Horno. Ofn. Cutillo. Hnífur. Cutillo. Hnífur. Cuchara. Skeid. Cuchara. Skeid. Tenedor. Gaffal. Tenedor. Gaffal. Plato. Diskur. Plato. Diskur. Cuchara para remover. Slave. Cuchara para remover. Slave. Batidor de alabre. Batidor de alabre. Piskar. Piskar. Molde para hornear. Eldfast mått. Molde para hornear. Eldfast mått. Tabla de cortar. Skurdarbretti. Tabla de cortar. Skurdarbretti. Rallador. Riffjärn. Rallador. Riffjärn. Bowl. Skal. Bowl. Skal. Asar. Adbaka. Asar. Adbaka. Härvir. Ad sjóða. Härvir. Ad sjóða. Freyr. Ad steikja. Freyr. Ad steikja. Cortar. Ad skera. Cortar. Ad skera. Remover. Ad hræra. Remover. Ad hræra. Espero que disfruten de este delicioso plato islandés en casa. No olviden servirlo con pan de centeno y mucha mantequilla. Buen provecho y gracias por ver el vídeo. Vonandi njótið þið þessa dýrindis íslenska réttar heima. Gleymið ekki að bera hann fram með rúgbrauði og miklu smjöri. Verði ykkur að góðu og takk fyrir að horfa.